Ég heiti Eyjólfur Magnússon, ég vinn hjá Jarðhitastofnun Háskólans. Ég sá það núna að ég áttaði mig ekki kannski á því hvaða hatt ég ætti að vera með, en ég er líka í Jörfi og meðal annars í stjórn Jörfi. En ég ætla að segja ykkur aðalega frá svona framhlaupinu sem virðist vera að byrja í Dyngjujökli. En ég ætla líka aðeins að bæta svona við í lokin. Svona megin uppistöðan í þessu erindi flutti ég á fundi Jöklarannsóknafélagsins og Jarðfræðifélagsins í nóvember, þar sem var ráðstefna til heiðurs Oddi Sigurðssoni, sem að tók þessa mynd af Dyngjujökli í september 1977. Kem aðeins að því síðar, en svona áður en ég held áfram þá ætla ég að lesa hérna smá texta. Í kverkinni vestan undir Kverkfjöllum eru aðalupptök Jökulsár á fjöllum. Kemur hún þar undan jöklinum, en sýnilegt er að hún hefur þar erfiðleika að stríða. Jökullinn veltur þar yfir hennar, stíflar farveg hennar og verður hún þá að gera sér annan farveg. Eru þeir margir farvegirnir sem hún hefur yfirgefið og eftir standa á milli þeirra háir þverhníptir sand- og malarblikur. Hvergi hef ég séð eins sundurtættan og sprunginn jökul sem brún Vatnajökuls þarna tengt Kverkfjöllum, enda var þaðan að heyra urg og ólæti. Þarna hélt á penna Vigfús Sigurðsson, Grænlandsvari, en hann sem sagt áður hann fór með Koch og Wegener þvert yfir Grænland 1913-14. og fóru þeir í pröfuferð á Vatnajökul með hesta. Og heimleiðinni komum við í Kverkfjöll og horfðum þarna yfir Dyngjujökul. Og þetta sem sagt var 1913, þannig að þarna var hann sem sagt að lýsa framhlaupi í Dyngjujökli, þó hann hafi kannski ekki áttað sig alveg á því sjálfur. En eins og við sjáum þarna er mynd sem sýnir svona þekkt framhlaup í svona helstu jöklum landsins. Og þið sjáum ef við horfum á Dyngjujökul að þarna er skráð framhlaup 1913, 1934, 1951, 1977 og 1999, eða það var svona 1998 til 2000. Þannig að það er svona 25 til 30 ára jafnað á milli framhlaupa. En hvað eru framhlaup? Þetta eru sem sagt óreglur í hreyfingu jökla. Í framhlaupum getur hraði jökuls breyst um margar stærðargráður. Það getur farið úr því að vera nokkrir metrar á ári í að vera tugir metra á dag. Jökulsporarnir geta skriðið fram nokkra kílómetra, þá til dæmis við Dyngjujökul. Þau eru ennþá stærri framhlaupin sem koma úr Brúarjökli. Flutningurinn á ísnum frá efri hluta jökulsins yfir á neðri hlutans geta verið margir rúmkílómetrar. Ég sýni ykkur aðeins myndir á því síðar. Og tími milli framhlaupa er oftast í áratugum. Eins og ég segi, fyrir Dyngjujökul er þetta svona 25 til 30 ár. En framhlaupin standa oft yfir bara í 1 til 2 ár. Og þau virðast tengjast breytingum í vatnakerfi jökulsins. Það er oft mikið og dreift vatnsrennsli frá jökulsporði í framhlaupi, sem að einmitt þessi mynd frá Oddi sýnir mjög vel fyrir Dyngjujökul. Oftast er ekki svona margar lænur sem koma frá jöklinum, en þegar jökull er í framhlaupi þá kemur oft vatn undan honum bara eiginlega allstaðar. Nú, kannski áður en ég held áfram með Dyngjujökul þá vil ég minnast á afkomumælingar sem eru gerðar vor og haust á Vatnajökli sem að Jarðhitastofnun og Landsvirkjun standa að. Og sjáu þessa rauðu punkta á þessu korti og þetta afkomumælipunktarnir sem að sumir hverjir hafa verið mældir frá 1992 ef ég man rétt. En það er ekki bara mæld afkoma í þessum punktum, það er líka mæld hreyfingin, þannig að það er sem sagt á vorin er farið í þessa punkta og boraðir snjókjarnar
skildar eftir stikur eða vírar og svo er komið aftur á hausti og mælt hversu mikið stendur upp af vírnum eða hversu mikið það hefur breyst frá vorinu, en svo líka mælt hver hreyfingin á þessum stikum er. Það er það sem að ég er að sýna hér fyrir eina stiku sem er á Dyngjugjökli. Eins og við sjáum það byrjar þarna mælingar 1993. Við sjáum raun og veru þetta hérna á þessum ás er þetta sýnt sem meðaltal í metrum á dag og hinum ásnum er þetta meðaltali í metrum á ári. Og það sjáum við að hérna hraðinn á þessari stiku var svona hægt og rólega að vaxa frá 1993 til 1997 úr svona 60 metrum í 80 metra á ári. En síðan 1998 þá rauk hraðinn upp í þetta, tæpa 150 metra á ári, eða 40 cm á dag í þessari stiku. Þetta var raun og veru svona fyrstu stýrimerkin að framhlaup væri að byrja í Dyngjugjökli 1998. Það stóð yfir til fram árið 2000 og hér er raun og veru kort sem sýnir hæðarbreytingar á Dyngjugjökli í þessu framhlaupi. Ofanvert þá er jökullinn að lækka alltaf 80 metra, meðan neðanvert erum við að sjá hæðarbreytingu sem er sums staðar meira en 100 metrar. Og hæðarbreytingin hérna ofurst og jökulnum sem sagt sumrum hann upp sem rúmmar, þá fáum við út 13 rúmkilometra af ís. Reyndar er það sem við sumrum upp hérna neðanvert yfir þetta tímabil aðeins minni, en það er líklega stórum hluta því að það var mjög neikvætt bara heildarafkoman fyrir jökulinn á sama tíma. Það var netto tap fyrir hann. Og í þessu framhlaupi þá gekk sporðurinn fram 2 kílómetra og hérna er raun og veru gervitunglamynd tekin 1999 í september og hún sýnir, kannski við zoomið inn á hana, hérna sjáum við raun og veru hvernig sprungunar geta verið miðbyggja á jöklinum. Og þið sjáum líka hérna framvert hvernig maður á að benda þetta á þetta. Hvað segirðu? Já, akkurat, ég fatt það ekki. Að þeir eru með hérna bara svona framhlaupsbylgju sem er að nálgast sporðinu. Hún er raun og veru búin að ná sporðið hér og þar sjáum við raun og veru að það er vatn farið að fossa undan sporðinu. Nú, við erum líka með svona annars konar mælingar sem heita bylgjuvíxlmælingar sem eru gerðar með gervitunglum. Þið hafa kannski sum hver heyrt af slíkum gögnum í tengslum við Reykjaneseldana og hreyfingarnar á jarðskorpunni. Þetta er raun og veru bara sams konar gögn og verið notuð þar, nema það er líka hægt að nota svona gögn til að sjá hreyfingu á jökli. Og þarna er raun og veru svona bylgjuvíxlmyndir sem sýna raun og veru, má ég að segja að eftir því sem við erum með meira af svona röndum og þetta er ekki meiri er hreyfingin. Þannig að þið sjáum það hér í desember 1997, þetta er sem sagt eiginlega myndir með ársmillibili, þá er voðalega lítið að gerast. Í janúar 1999 er greinilega talsvert bara að gerast. Svo hérna er allt komið á fleygi ferð og reyndar er mælingin orðin þannig að mælitæknin ræður ekki við að greina hérna hreyfinguna af því hún er svo mikil hérna neðanvert. En það er hægt að nota þessi gögn til þess að reikna bara hraða á yfirborðinu og við sjáum raun og veru hérna þessi lítakvarði hérna er svona svarað til svona 20-30 cm á dag og svo rauði liturinn þá er þetta bara eða svona rauðleiti liturinn hérna þannig að hann nálgast metrar á dag. En það sem eru fjólublátt á þessari mynd, það er verið margir metrar á dag. Og
Við getum bara borað þetta saman við hérna í þessari stíku. Hérna fáum við hraðamælingu í D07 á þessum nákvæmlega satt. Við getum pikkað bara út hraðan út þessari mynd. Hérna í janúar, þá sjáum við kannski, ég fer aðeins tilbaka, ég þarf aðeins að lengja á kvarðanum, hann bara upp í hálfan metr á dag, hérna að koma upp í metr á dag, en hér þarf ég að lengja hann heldur betur í viðbót, upp í 5 metr á dag, vegna þess að hraðan þarna orðin það bil rúmur 4 metrar á dag þarna ofanvert og líklega hann neðanvert á jöklunum á stærðargráðunni 10 metra á dag. Það hann sem mest lætur og hér eru myndir sem Magnús Tumi tók einmitt nákvæmlega sama dag og þessi gervitunglamynd eða seinni gervitunglamynd sem við notum til þess að reikna hreyfingu yfir sólarhring tekin. Þannig að sjáum við allt umturnað og sporðurinn lítur svona út og það líklega eitthvað þessu líkt sem að Vigfús var að lýsa þarna í bókinni. Nú, í kjölfaraframleifinu þá var ekki hægt að gera einar mælingar. Það var raun og veru ófært þarna í jökulinn og þess vegna var úr engar mælingar gerðar á Þingeyjajökli frá 99 til 2004. Það var ekki fyrir 2005 sem við byrjuðum að gera mælingar hann aftur. Og þá sjáum við þessa þróun. Fyrst hann svona í tæpum 60 metrum á ári að jafnaði. En fer síðan svona hægt og rólega að hraða á sér aftur. Og síðasta vor þá settum við upp GPS-stöð sem er sem sagt sýrindandi og með tengingu í bæinn, þannig að við sjáum hvað við náðum í gögnin af henni. Þannig vantar leikur sem sögur að kannast við að stoltur við hliðina á henni. Og þetta bara sem sagt mynd sem tekin úr þessari stöð sem sýnir bara punkta sem hún mælir. Og þegar við fórum að skoða þetta athuga þetta betur í haust, þá áttuðum við okkur á því að hraðinn var orðinn ansi mikill. Hann var kominn hann upp í 150 metra á dag, eiginlega bara nákvæmlega eins og var 1998. Þannig að við teljum þess vegna að framhlaup sé að hefjast í Þingeyjajökli og reyndar verðum við samt að játast að þessi stöð, hún í sambandi við ástæðan fyrir að við erum ekki búin að fara í punktan Þingeyjajökli sjálfur og ástæðan fyrir því einmitt þetta framhlaup. Við treystum okkur ekki til þess að fara þarna eins og staðan í dag. Við erum að bíða eftir að fáum kannski þyrluferð, en það hefur ekki alveg viðrað til þess. Það er búið að vera eiginlega skýjabakki við Þingeyjajökli eiginlega allan vetur. Einmitt af því að hún langar til að koma úr þarna. En við erum samt sem áður farin að fáum sem sagt upplýsingar frá þessari stöð. Og það sem reyndar hefur gerst að hún hefur hægt á sér aftur, en það svo sem viðbúið að það gerist oft með þessi framhlaup að það hægir oft aðeins á þeim yfir veturinn. En svo má búast við því að hún hraða á sér aftur þegar líður að vori. Hún sem sagt komin aftur núna í svona cirka 120 metra á ári eða 30 cm á dag cirka. En við búumst við bara að svona þegar fyrir að líða vori þá fara hún upp aftur. Það náttúrulega aldrei hægt að vera öruggur með neitt í náttúrunni. Það alveg til dæmi að framhlaup þau bara lognist út af án þess að þau nái almennilegum skriði. Það ein sviðsmyndin, ég heldur sé frekar ólíkleg. En við erum að búast við því að þetta fari alltaf fullt í sumar. Við erum farin að fá gerðinhættagögn, en svona kannski áður en ég sýni ykkur þau, þá kannski ég sýni aftur þessar gömlu myndir hérna. Það eitt sem hægt að gera svona ef maður latur og bara fá svona
einhverja grunn upplýsingar, þá getur maður tekið þessar myndir og bara reiknað mismuninn á þeim. Bara dregið þessa mynd frá þessari hérna og þá fær maður þessa hérna mynd. Og þar með maður kominn með sirka bara svæðið sem maður var búið að hraða á sér þarna eins og í þessum tilfelli í janúar 99 í síðasta ári. Og við erum farin að fá svoleiðis gögn. Fyrst hérna raun og veru samskonar mynd sem að sýnir mismuna á svona gögnum yfir 3. til 9. maí 2021 og svo 18. til 24. apríl 2025. Hérna sjáum við að þetta svæði hérna hafði aðeins hraðað á sér eins og GPS-stöðin sýndi, hún hafði verið að sýna svona hæga breytingu. En svo hérna raun og veru breytingin frá því apríl fram í nóvember. Við sjáum að það er mun meira af svona röndum. Þetta er á þessari mynd og þetta nær yfir aðeins stærra svæði. Þannig að hérna er raun og veru, má segja, við erum með svæði sem hraðinn hafði aukist 99 í janúar og síðan apríl 2025 og svo er þetta þá svæði sem hraðinn hafði aukist í nóvember. Og við búum síðan við að það svæði sem munir hraða á sér, munir TSF, þá lengra suður á bóginn, nær ísaskilum Þingeyjajökuls og Skeiðarárjökuls. Það er væntanlega ekki komið þangað enn, en svona í því ljósi þá myndi ég samt bara hreinlega mæla með ef við horfum á bara þessa hérna myndað. Ísaskilin eru cirka á hér að halda sig bara fyrir utan þetta hérna svæði á Þingeyjajökli eins og staðan er í dag og næstu árin. Ég veit alveg til þess að það voru einhverjir eins og 99 held ég að verið sem voru að gera þarna líklega ofurvert þetta svæði. Hvað er þessu snöftupunkturinn hérna? Þessi hér, hvað eru ísaskilin? Hvað eru það komið? Þau eru cirka hérna. Þetta er svona nokkri kílómetrar frá þeim sem maður kannski getur farið upp í 5 kílómetrar en ekki að bara meira en það frá þeim sko. Og eins og ég segi þó að sko við höfum því miður ekki fengið neina almennilegar kannski loftmyndir af svæðinu til þess að sjá almennilega bara hvar er sprungið núna. En ég myndi segja sko að bara eins og staðan er að þó þær væru ekki orðnar miklar og er þetta bara atburður sem er í gerjun. Þannig að þó að þetta væri kannski í lagi í dag, þá getur það allt verið breytt eftir mánuð. Skálinn uppi efri skálinn, hvað er hann á þessu? Hérna ertu að tala um Jörfiskálann. Ég er einmitt að fara að sýna ykkur aðeins myndir í tengslum við það líka, en kannski áður en ég held áfram, er ykkur spurningar. Já. Jökullinn skríður bara í allar áttir, ekki bara í norður? Hann skríður aðal í norður, sko. Þannig að þetta er eins og hérna ofan eftir jöklunum, það er örgulega mjög mikið svona sprungur sem liggja í austur og vestur. Það er tóksprungur í það, en svo þegar þetta heldur áfram þá umturnast þetta allt. Eins og staðan er núna líka, þá er líka eftir að segja að það er raun og verið ekkert að sjá ennþá. Þannig að jafnvel þá þú myndir vilja fara þarna til þess að skoða eitthvað skemmtilegt, þá er það ekki orðið ennþá, nema kannski einhverja sprungur sem þið getið ennþá. En þannig að það er ekkert til þess að æsa sig yfir á jöklunum þarna ennþá. En ég myndi alveg mæla með því að fara að sporðinum þarna kannski næsta sumar eða næsta haust. En, má sjá, svo svona ætla aðeins að minnast á aðra hluti. Já, hérna er bara svona ein svona falleg fylgivistmynd frá æsagervitunglunum sem við höfum verið að fá á svæðinu. Við höfum verið líka þetta svæði sem er á hreyfingu. Hreyfingin hefur ekki náð alveg sporðinum en virðist vera svona nokkra kílómetra þarna frá. En svo við komin aftur að þessu þá erum við
að fara vor og haust í ákomumælingaferðir og ferðin í haust var bara ströggl, eiginlega bara af því að það var bara mjög erfitt að komast með þann búnað sem við þurftum á jökulinn. Finnur og Andri og fleiri reyndu að fara, við venjulega förum upp Dyngijökul, upp Skálafellsjökul segir. Við förum hérna, þetta er kannski ekkert sérstaklega góða myndin að ég veit að keyrt af jöklunum cirka hér. Og þeir fóru hérna í fyrirpart nóvember og þetta var það sem þeir lastuðu út hérna klukkan á snjóbílnum. Þeir voru komin hérna svo rétt rúmlega 2 kílómetra eftir slóðinni sem er þarna, að það var bara jökullinn var bara gjörsamlega ófær. Þannig að það var ekki fyrir en að Laufi og Gulli voru búin að ryðja slóð fyrir okkur bara yfir þetta sprungusvæði að það var hægt að fara þarna. Við fórum ekki fyrir en í byrjun desember í haustákomumælingaferðina á Vatnajökul. Hvað er að ryðja þetta lítið eða? Já, þeir voru bara með snjóbíl og bara tönn og röldu bara ofan í sprungurnar. Það var náttúrulega talsverð aðgerð en fyrir. En hérna, já. En svo er eitt annað sem ég ætlaði að minnast á við ykkur líka, það eru kverkfjöll. Þetta eru bara svona, þetta eru verið hæðarkort eða svona hæðarlíkön sem að gera skuggamyndir út frá. Og þetta er annars vegar hæðarkort sem sýnir Kverkfjöll 2011 og hins vegar í hérna, síðasta haust út frá Pleiades gerum þetta myndin. Og ef við horfum hérna aðeins inn á þetta svæði hérna, þá er skálinn, já, Jörfinskálinn er hér. Hér er Galtaland, hér er Gengisvík. Hér er þessi hryggur sem venjulega hefur verið keyrður niður til þess að komast að skálanum. Og hér er staðan eins og þetta var í haust. Og ef ég bara tek mismun á þessum hæðarkortum, þá sjáum við að það er talsverðar miklar breytingar sem hafa orðið bara bæði í Gengisvíkinu og Galtalóninu. Svo líka hérna lækkun hérna sitt hvoru megin sem er raunverulega sem að jarðhitinn verið sem að éta sig sitt hvoru megin hérna frá hrygginn. Og hér er raunverulega slóð sem var keyrt í síðustu vorferð, eða þetta er annars vegar, þetta er keyrt, þetta er gengi hérna í Gengisís og það fari ekki milli mála. Og þetta er lagt þarna ofan á 2011 líkanið, en ef við leggjum þetta hérna ofan á 2025 haustlíkanið þá virkar þetta ansi tæpt. Þetta var sprungið í vor, en ég fór nú reyndar ekki hérna sjálfur, en þú fórst hérna og sást. Við vorum einbílað þarna. Já, og þjóður. Verðandi pappir. En ef við horfum bara á hvernig þetta lítur núna, þetta er, ég veit ekki hvernig sjá þetta vel hérna aftarlega, en hérna er raunverulega myndin sem þetta hæðarkort er byggð á, sko. Þá sjáum við raunverulega allar sprungurnar sem er komin á þetta svæði. Og sem að slóðin sem er hérna liggur bara beint yfir. Og hérna, já, hérna er ég búinn að zooma þetta inn. Þetta er bara, og bara svona til þess að gefa ykkur svona hugmynd hvað þetta er raunverulega allt orðið náttúrulega. Þetta er bara 6 metra stíkinn og því rétt bílbreytin hérna. Og af því að þetta er náttúrulega allt örugglega að breytast, þá því sé bara hægt að úrskurða þetta ófært. Þarna á ekki að fara á ökutækin. Bara þetta gangandi? Já, menn gæti farið hann í línu, sko. Rétt að þræða sig hérna, sko. En ég myndi, já. Þannig að það er bara hvorki á bílum ég snjósliðum á að fara þarna í þessu staðinu í dag. Það var rauninni bara heppni. Ég vissi ekkert allt þess að ég fyrir þarna. Þetta væri búið að versna svona mikið. Nei, væntanlega hefur þetta versnað ennþá meira í sumar, sko. Núna, já. Þannig að,
og bara þetta hefur líklega bara haldið áfram að springa og ég þetta sig svona saman. Þannig að ég hef enga trú að þetta sé fært heldur í vor, sko. Það er bara, hægt að, já, aðeins að sjá hvernig þetta þróast. Þetta náttúrulega getur gróið aftur á einhverjum árum, en eins og staðan er núna þá er þetta ekki. Þannig að ég held að láti það bara vera að loka orðinu. Leiðin í Örfirðsskálanum í Kverkfjöllum er ófær ökutæki. Það er komið kamp. Já, Já. ég var um þessum kama. Það er nú hægt að labba þetta, sko. Já. Og það er einu verið, sko, ef að menn vilja fara í skálann, þá er eiginlega eðlileg leið að bara labba, að keyra hingað og labba sem sagt fyrir Galtamanni og þá leiðin í skálann. Ekki hægt að fara austan. Sko, þú sér svo sem kannski það er alveg ímálsprungur hérna líka, sko. Þannig að sko, kannski ef maður myndi fara þarna í mjög björt og helst með dróna sem maður búinn að fljúga yfir svæðið á undan, þá myndi maður kannski fara þessa leið, en ég mæli ekki með því svona sem, ég ætla ekki að fara að mæla með því. Sprungur að fallmæðinu er ekki líkla. Nei, og þetta er líka bara sprungur, þær geta opnað, þetta er nýja sprungur sem opnast, þannig að, já, ég ætla ekki að hvetja neitt til þess að vera að reyna að fara þessa leið. Þessar upplýsingar, eins og bara sprungusvæði, hvað er þetta að skila sér inn á eitthvað sprungukort? Það er eitt sem ég ætla einmitt að koma, kollegarnir á Veðurstofunni, þeir eru að leggja lokahönd á ný sprungukort sem verða gefin út, ég held að komi út núna í mars. Fyrir 13 dagar. Fyrir 13 dagar, við ætlum að fara. Ég ætla ekki alveg að lofa, ég töluði byrjar mars. En já. Nei, við fyrir ekki að nálægt það. Ég vona bara að samfélagið dreifir því að það er ekki núna. Kannski að því við vorum að tala um Skálafellsjökul, þegar það hefur komið inn á spjallið hjá okkur, það var þarna gap sem er bara við útkeyrslur á Skálafellsjökul. Bara líka að hafa það í huga, það er hægt að fara líka. Já, þannig að reyna að dreifa, hún veiði með okkur í því stofnum þá staðir sem við viljum ekki vera. Já. Núna þegar við fórum þarna á Grímsjörnum daginn, þú dagar síðan eitthvað svolítið, og fórum við til hérna Brúnajökulinn og hann er mjög góð. Ok. Já. Það verður ekkert farið við eina svelgi og eina sprungur og neitt. Nei. Já. Í þessum hefðbundnu stofum sem við höfum verið að fara. Já, það var eiginlega svona vandamálið hjá okkur einmitt í haust var bara, sko, hlut til þessi útgerð sem við erum með og það var engin snjór. Já, þannig að við þurftum að fara að Skálafellsjökulinn þessuna. En já, þeir voru líka búin að fara jafnum þar upp í haust, sko. En svo líka bara, líka að hafa það í huga bara með aðstæðurnar sem voru í haust. Og núna er þetta búið að vera allavega hingað til mjög snjóléttur vetur. Það má alveg gera ráð fyrir að aðstæðurnar verði ekkert skárri næsta haust og næsta sumar. Og að þetta verði nú vonandi skaplegt í vor, svona helst það. Þetta er spurningar. Nei, það er ekki að lýsa þetta. Það er allir kjartstokka. Sko, það er kannski erfitt að segja hvort að heilt yfir svæðið hafi jarðhitavirkni aukist, en hún er klárlega að færast til. Þannig að þessi virkni hérna við hrygginn, sitthvorn frá, hún er ný. Þannig að bara það að þetta færist til og lendir á svona óhöppum stað, það er eiginlega að valda þessu. Það ég sá kannski á hæðarkorsmyndinni sem mismunarmyndinni sem þá voru sumsvæði sem voru blá, þannig að það er önnur svæði sem að hafa kólnað þarna á svæðinu. Og það er svona mikla hreyfingar fram á. Þegar framhjörður? Já, það má alveg gera ráð fyrir því, sko. Þannig að endurtaka spurninguna. Það var spurt hvort að
hreyfingarnar í tengslum við framhlaupið myndi koma fram á jarðskjálftamælum. Og það má bara fastlega gera ráð fyrir því að það muni gera. Og ég veit ekki alveg hvernig staðan verður í sumar en hvort mögulega einhverjir mælar verða settir sem að hafa verið mælar í gangi í kringum Bárðarbungu síðustu sumur. Ég veit ekki hvort þeir mælar verða settir en það verður mjög gaman ef þeir væru því þeir myndi líklega ná þessum skjálftum líka að búa. Sem er svona áhugavert kannski bara svona fræðilega. Veistu hvort að austan megin við Kverkfjöllin eitthvað hreyfing á jöklinum þar? Á Brúarjökli? Já, á Brúarjökli. Hefur verið framhlaup, vitum framhlaup þar eða? Ekki, sko síðasta framhlaup í Brúarjökli var 1963 til 64. Já. Og framhlaupið þar á undan var 1892-3 ef maður rétt. Og það er akkurat komið munstur sem tíma. Þannig að, já, sem sagt, það er svona 70 ára móta sirka bát þar, 70-80 ár. Þannig að við erum kannski ekki búið því alveg strax, en kannski það gæti alveg verið á næstu 10-20 árum. Og það er verið að rekka það alveg? Það eru svona stikur niður allan Brúarjökulinn, þannig að við myndum sjá á sama hátt með það ef það væri að hefjast. Það er alltaf svo sannarlega hægt að þakka fyrir þessar upplýsingar. Takk. Takk fyrir það. Meiri okkar, svona voru margir að fylgjast með, sko. Já, takk hella fyrir þetta. Herðu, nú skulum við hafa kaffipásu, 15 til 17 mínútur, kaffipása völlur. Svo fáum við vakkasögum.